Hjartanlega velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Í sófanum hjá mér sitja selfissingur og húnvetningur. Verið hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Óli Jens, þú ert að leikstýra Freyvangsleikhúsinu. Já, það passar. Þrek og tár. Þrek og tár eftir Ólaf Hauk Símonarson. Og Helga Dögg, þú ert að leika. Já. Segðu mér aðeins, Óli, hvernig er búið að ganga? Það er búið að ganga vel. Já. Við vorum með generalpröfu í gærkvöldi og ég er ótrúlega glaður. Ég er svo ánægður með hvert við erum komin. Já. Þú veist, auðvitað eitthvað stress skilur á tímabilinu og allt það. En það sem að gerir þetta er þessi hópur, þetta er dásamlegt fólk. Já, bara hverjum einasta posti er bara snillingur. Valinn maður í hverju rúmi. Það er valinn maður í hverju rúmi. Freyvangsleikhúsið, þetta er mikil reynsla og þekking sem að býr þarna í hópnum. Já, gríðarlega mikil reynsla. Setja upp fleiri en eina sýningu á ári eða ekki? Er það eina ár? Þeir setja upp eina stóra sýningu og svo eru þeir með svona kabarett. Alveg rétt. Já. Og svo náttúrulega, þú veist, ef ykkur dettur í hug að gera eitthvað, skilur, þá er bara, held ég, öllum frjálst að láta það reyna, sko. Voru áhorfendur í fyrsta sinn í gærkvöldi, eða? Það voru áhorfendur í fyrsta skipti í gærkvöldi, já. Hvernig voru móttökurnar? Móttökurnar voru bara framar vonum, má ég eiginlega segja. Já. Það voru allir bara ofandotnir yfir þessu sem er æðislegt, enda eru þau gegn. Já, stóðst þú svona í hurðinni og nagaði neglunar, eða varstu bara snakkur? Já, þetta þú var lítið eftir aðeins, eftir tímabilið og gærkvöldið. Situr út í sal eða ertu á bakvið, hvar ertu í svona aðstæðum? Já, í gærkvöldi satt ég út í sal og hérna, ég sitja alltaf æfum þetta út í salskilur og eitthvað að reyna hafa yfir með þessu svona og vera einhver verkstjórið þarna. Jú, ég ætla að sitja út í sal í kvöld og ég er bara, já, ég get allavega reynt að ljúga því ég er slakkur. En Helga Dögg, þú ert ekki leikkona heldur hjúkrunarfræðingur. Já. Hefurðu haft áhuga á leiklist lengi? Já. En afskaplega litla reynslu, sko. Er þetta í fyrsta sinn? Já, í rauninni. Ókei. Þetta er svona fyrsta skiptið sem ég er að leika. Og leikur og syngur? Já, ég hef alltaf verið miklu meira í músík, sko. Já, þú hefur sungið? Já, sungið aðeins og ég er saxofónleikari líka. Nú. Það er eitthvað að blása í saxofónin í sýningunni? Ekki núna, nei. Nei, það eru aðrir í því? Það eru aðrir í því. Hverja leikur þú? Heyrðu, ég leik Helgu Jó, sem er dægulega söngkona og svolítið ekki típisk fyrir þetta tímabil, útivinnandi kona, 1961. Hvað ég segi meira? Mamman í sýningunni í rauninni. Já. Og syngur dálítið mörg lög, eða ekki? Jú, held þessi 5 lög, allavega. Þetta er hlutverki sem hún Edda Heiðrún Backmann lék í uppfærslu Þjóðleikhússins hér árið, þegar þetta var fyrst sýnt, eða ekki? Jú. Já, ógleymanleg sýning. Ég man eftir henni. Já. Sást þú hana líka? Ég sá hana ekki, nei, en ég sá hérna útsendinguna. Já, hún var send í útvarpinu, alveg rétt. Ég held að hún hafi gengið sko 3 leikár og á 3. leikári þá var þetta fyrsta, held ég, beina útsendingin hjá sjónvarpinu úr Þjóðleikhúsinu. Akkúrat, þarna byrjuðu þeir það. Já. Það er orðin sko hvað, 20 og... Það var 97, held ég. Já. Akkúrat. Og hvernig er svo stemmingin fyrir kvöldið? Svona pínu fiðringur. Já, en það er svona kannski mesta stressi færið úr bara, þú veist, þið fenguð áhorfendur í gær, eða? Ég veit það ekki. Nei, það er ekki alltaf stress. Það verður að vera smá. Það verður að vera smá. Annars er maður ekki að tánum, sko. Nei. En þetta er náttúrulega bara ótrúlega gaman og ofboðslega góður hópur af fólki. Já, það er heil hljómsveit. Það er hljómsveit og fullt af leikurum, sko. Já, hvað er það mannmörg sín? Þetta eru 24 sem eru á sviðinu. Það er sérst 5 manna band og 19 leikarar. 19 leikarar? 19 leikarar. Stór hópatriði? Stór hópatriði. Og bara eins og Helga sagði, skilur, stemmingin í hópnum er gríðarlega góð. Það er allir, þú veist, einhvern veginn allir hérna með opið hjarta frá fyrsta degi, skilur, og einhvern veginn umvefjandi hvert annað. Hvað haldið það svona leikfélag gerir fyrir nærsamfélagið og bara lífið og menningunni hérna á svæðinu? Ég held að það sé bara ótrúlega mikilvægt. Já. Ég held þetta bara, já. Bæði gaman að taka þátt og gaman að koma og sjá. Já, allavega mínu kollegar upp á spítala, margir hverjir bara, ég fer alltaf í Freyvangsleikhúsið. Já. Alltaf. Þetta er bara hverju einasta ári. Fastur póstur. Já. Heyrðu, þetta frábært að fá okkur hérna í sófann. Ég er mjög spennt að koma að sjá. Það er uppselt í kvöld. Já. Þannig að það er bara að gera að drífa og ná sér í miða næstu sýningar. Eru þið búin að plana margar sýningar? Það er ég held að sé búið að festa einhverjar 6 sýningar og svo bara eftir eftirspurn eða hvað? Eftir eftirspurn. Já, ég held að veistu það, ekki hafa mín orð fyrir þessu. Nei, þú þarft ekki að hafa neinar orð fyrir þessu. Nei, ég þarf ekki að hafa neinar, ég er að fara bara á morgun, skilur, heim, sko. En þetta er ekki fyrsta sinn sem
Það verður allt í lagi, það er pínusöknuður og svo verður þetta ykkar. Takið því. En þetta er ekki fyrsta sinn sem þú leikstýrir í Freyvangi? Nei, ég kom hérna fyrir 9 árum síðan og svo 13 árum. Fyrir 9 árum setti ég upp hérna Vínland, rock-söngleik eftir Helga Þórsson. Og með hann fórum við í Þjóðleikhúsið sem áhugaleiksýning ársins það ár. Og 4 árum fyrir það þá var ég hérna með takt við lagið Lóa. Já. Og þetta er uppáhaldsleikfélagið, segirðu? Já, veistu það, að hérna, þegar þau hringdu í mig núna til þess að spyrja hvort ég væri til í að koma, þá slaufaði ég bara öllu og sagði, sko, ég sagði já, skilur áður en ég búin að klára spurninguna. Já, ég koma. Frábært. Já, gerðu það. Frábært að fá okkur, takk fyrir komuna og þið ætlið ekki aldeilis að fara strax, ætlar að syngja fyrir okkur, hvaða lag ætlar að syngja fyrir okkur? Heyrðu lagið Heimþrá, sem er opnunarlag sýningarinnar. Já. Æðislega. Þakkum kærlega fyrir í kvöld og við ætlum að enda þáttinn á lagi úr Þrekotár. Verið sæl. Mig dreymir heim tímar kaldar nætur. Mig dreymir heim til þín og móðir kær. Hjarta þreytt í húmi dapurt grætur og hníga tár sem þú ein skilur.